Ja, Rúnar, tap á Kópavogsvelli í kvöld, svona, hvernig sá þessi leikur þér? Bara ömurlegur fyrri hálfleikur og bara versta sem ég sé frá okkur í sumar, algjört andleysi og viljaleysi til að hlaupa og berjast og mjög ólíkt okkur. Mjög sára að fara inn í hálfleikinn með stöðuna 3-1 því að við vorum komnir inn í leikinn í stöðunni 2-1 og við vonast til að við færum inn í hálfleikinn með 2-1 og við getum snúið hlutum við seinni hálfleik en þá gerum við bara einn mistökin og það skrifast bara á hugarfarið okkar í dag, í fyrri hálfleik og við stígum aðeins upp í seinni, spilum betur og færum boltann betur og sköpum fullt af sénsum og við geta minnka munin en þetta er svo mikið skil held ég. Hvað er það í fyrri hálfleiknum sem veldur því að þið eru svona, þið var kannski ólíkir sjálfum ykkur, svona kannski frekar soft og... Já, við bara værukærð og kæruleysi skilur, menn bara voru kannski ekki tilbúinir, það er náttúrulega lítið fyrir okkur að spilum og mér leiðist að tala um það sem ykkur afsökun og ég vill það ekki og það er það sem við erum búin að vera að berjast fyrir og að leikmenn mínir og við allir sem að leggja okkar á mörkum til að gera endurinn skemmtilega fyrir okkur og líka taka þátt í þessu baráttu sem er að vera topp 6 og læra því að spila það bestu liðin og í dag þá bara erum við ekki með í fyrri hálfleik. En hafandi sagt það þá skorum við 2 mörk fyrir Blika og þriðja markið fyrir líka í okkar leikmann og breytum stefnu þannig að öll mörkin eru þannig að þau breytum stefnu en ég minna Blika sköpuðu nóg til að skora mörk og öðruvísi en bara, þetta var bara ekki okkar dag og fyrir hálfleikurinn, eins og ég sagði, ég var bara brjálaður að við skildum ekki fara inn í hálfleik með 2-1. Það var algjört klúður hjá okkur að gefa þeim þessu aukaspyrnu og vera að flýta okkur svona þegar það var lítið eftir og við erum búin að vera ömurlegir í hálfleik þá viltu að liðið hafi reynslu og skilning á því að við förum bara inn í hálfleikinn og reynum að komast í 2-1 en þá erum við að flýta okkur af stað og Kyle dettur, þeir fá aukaspyrnu, skjóti hausinn á Israel og breytum stefnu í markið og þetta bara gæti ekki verið meiri óefni í rauninni. Svona landsleikjahlé núna framundan, hvernig leggst það í þig og bara svona að spila náttúrulega fram í byrjun nóvember? Já, ég er búinn að segja það allt og oft mína skoðun á þessu. Það er bara stærstu leikir ársins. Víkingar er bara búin að vinna þetta núna þannig að það kannski bjargar því að það er núna 2 vikur í frí og svo eru 2 umferðir eftir sem skipta bara nákvæmlega engu máli nema kannski hugsanlega fyrir Blika eða geta barast með Evrópusæti sem er náttúrulega mikið. En þá vill maður líka liðið mæti til leiks á móti, alveg svo við í dag. Það er ekkert sanngjarnt ef við viljandi komum að leggjast hérna bara niður og ætlum að leyfa að vinna okkur. Og það leit út fyrir það í fyrri hálfleik, þess vegna vorum við brjálaðir hérna í þjálfarateyminu og leikmennir voru fúlir út í sjálfs í hálfleik og við snerðum við í seinni hálfleik og við vorum að mæta í alla leiki og gefa öllu leik og því að þetta skiptir allt máli og þetta er hættan þegar þú hefur lítið að spila fyrir. Fjórða sæti var alveg í boði ef við vinnum í dag en það gefur ekkert. Nú verðum við bara að reyna að sjá hvort við getum strítt FH og komið okkur í 5. sæti. Ég held að það sé alltaf hægt að gera mikið meira en ég meina við verðum mæta í þessu leiki og leggja okkur vinnu og njóta þess núna bara í 2 vikur að æfa aðeins minna en koma bara klári til leiks þegar við mætum Stjörnunni næst. Takk fyrir.